Hér á Laugarbakka í Miðfirði í Vesturhún var að opna glæsilegt Hótel 56 herbergi. Þetta stærsta hótel hér á Norðurlandi vestra. En húsnæðið hefur ekki alltaf verið fyrir hótel. Hér var skóli sveitarinnar í áratugi. Ég var hérna hótelstjóri 1999 á vegum Icelandair hótelna fyrir Hótel-Eddu og var hérna eitt sumar og okkur líkaði alltaf rosalega vel við staðinn og andan á svæðinu og hérna maðurinn minn fékk þessa hugmynd og búinn að ganga með hana lengi í maganum. Og hérna þegar skólinn var auglýstur til sölu þá var hann fljótur að hafa samband við hreppinn og hérna við keyptum skólann fyrir 1,5 ára síðan. Þú ert náttúrulega með langa reynslu af rekstri hótela sem gefur þér mikið forskot. Vissirðu alltaf hvernig þú vildir sjá þetta hótel? Ég hafði svona ákveðnar hugmyndir, en svo náttúrulega auðvitað þegar farið af stað, þá kemur ýmislegt upp sem maður þarf þá kannski að laga sig að og vera að reyna að vinna með húsinu eins og hægt er. Þetta er mjög stórt hús. Hvað er þetta margir fermetrar? Þetta er 4.000 fermetrar í heildina. Þetta er svakalega stórt. En virka kannski líka pínu stærri en það er af því að herbergjagangarnir, það er bara herbergja öðrum megin. Þetta verða 56 herbergi, er það ekki rétt? Hvað er búið að gera mörg klár núna í júní? Í júní. Það eru Alma 1 eins og við segjum sem við sitjum hérna í, þar sem móttakan og salurinn og það allt eru 37 herbergi og 32 eru komin í notkun og tilbúin og er verið að klára síðustu álmenna hérna fyrir ofan eldhúsi sem eru 5 herbergi og þá eru 37 klár og það klárast bara eftir 3 daga. En svo næstu mánaðamót þá tökum við í notkun skólahúsið eða álmenn 2 og þar eru 19 herbergi sem bætast við. En þetta eru allar gerðir af herbergjum? Já, og við erum einmitt svo ánægð með það. Það er bæði einsmannsherbergi, 2 manna, 3 manna, fjölskylduherbergi og svítur. Og er það kannski helsta breytingin að fólk er að biðja allt annars konar herbergi heldur en var? Þessi standard 2 manna herbergi eru kannski svolítið að víkja? Algjörlega, og það er líka bara svo gott að geta verið með þessa fjölbreytni til þess að ná til stærri markhóps. Við byrjuðum náttúrulega á því í haust þegar búið var að taka ákvörðun að gera þetta og framkvæmdir byrjuðu eins og ég sagði ekki fyrir 15. október en við fórum á Vestnorden ferðarástofnuna sem haldin var í Færeyjum í haust og kynntum þetta fyrir ferðaskrifstofum og ferðaheildsölum og erum búin að gera fullt af samningum við ferðaskrifstofur bæði hér heima og erlendis og þeir eru búin að vera að bóka á fullu í allan vetur. Þannig og svo fórum við inn á booking fyrir 3 vikum síðan, eða tæpum mánuði. Og leiðum við fórum það bara hrúast inn bókanir, það er eiginlega bara þannig. Og þannig að það er ekkert lágt á, þú sérð ekkert fram á mikið á dauðum tíma? Nei, það er kannski helst háveturinn, en þetta er bara stöðugt að bætast í, sko. Hvað með iðnaðarmenn? Þurftir að flytja það með þér úr Reykjavík? Nei, við vorum alveg einstaklega heppin og mikið að góðu og hæfu fólki á svæðinu og fyrirtæki sem heitir 2 smiðir sem tók að sér að sjá þetta allt saman og það er búin að vera hérna milli 20 og 30 iðnaðarmenn á hlaupum í allan vetur stanslaust að vinna í þessu verkefni. Og þetta er allt heimamenn? Allt heimamenn, allt hérna úr Húnavatnssýslunni. Það þarf nú ekki að spyrja því hvað þetta þýðir í innspýtingu fyrir samfélagi? Þetta er náttúrulega bara gott fyrir samfélagi og frábært fyrir okkur. Og alls ekki sjálfsagt að fá svona hæft fólk sem að getur staðið á svona stóru verkefni. Hvað með starfsfólk á hótelið? Hvernig nærðu því? Er það til hérna? Já. Ég auglýsti hérna í lokalblöðunum og það er alveg stór hluti, ég myndi segja svona 60% sem er hérna svæðinu og aðrir eru, eða flestir þá úr Reykjavík, eða frá Reykjavík-svæðinu. Nú veit ég að þú ert danskennari að mennt og búin að stunda það í mörg ár. Hvernig fer saman að vera danskennari og hótelstjóri? Það fer mjög vel saman. Þú dansar því bara í gegnum daginn? Ætli það ekki, má segja það bara. Já, ætlar að halda því áfram? Reyndar já. Maðurinn minn verður meira við á veturnar og ég er yfir high seasoni og allt sumarið og þegar mikið er að vera á veturnar. En svo fer ég að dansa aftur í haust. En þú ert líka ferðamálafræðingur? Já, lærði ferðamálafræði í Bandaríkjunum og fékk styrk til að fara þangað og ljúka BS-námi. Er það stuðningur fyrir mann
að hafa þetta faglega nám? Já, algjörlega, það er ekki spurning. En ekki síður líka bara reynslu. Af því ég er búin að vinna svo mikið sjálf á hótelum í gegnum árin. Að er búin að vinna öll þessi störf sem eru innan hótelsins og það hjálpa manni líka. En ég sé að þú ert með Gretti sterka. Hvað hann að gera á borðinu hjá þér? Herðu, hann fæddist á Bjargi í Miðfirði sem bara 5 km frá hótelinu og tengist í sögu þessa svæðis mjög mikið. Og við erum búin að búa til setustofu upp á annarri hæðinni sem við ætlum að kalla Ásdísarstofu og verður til Gretti og Ásdísi og sögunni þessar Íslendingasögu Gretti sterka Ásmundarson. Þannig að þið náðuð eiginlega að blanda öllu saman, þessari yndislega fallegu náttúru í kring. Áin, hægt að veiða í henni? Já, Miðfjarðaráin. Þetta nú bara ein besta laxveiði á landsins. Það ekkert minna. Já. Skulum hafa þá hreinu. Já, en það náttúrulega hægt að fá, það er hægt að kaupa leyfi á Silungasvæði og líka í laxi náttúrulega. Já. Ekki hjá okkur en hjá veiðifélaginu. Já, og svo hægt að fara á Hestbakk í kring. Já, en við seljum líka veiðileyfi upp á Arnarvatnsheiði í vatnið þar fyrir veiðifélagi á svæðinu. Hvítserkurinn ekki langt frá heldur? Nei, þetta er svona mjög skemmtileg dagsferð sem ættir að fara kringu Vatnsnesið og fara að byrja þá kannski á Hvammstanga, fara á Selasetrið, skoða safnið þar og svo er Bardúsa sögusafnið þarna á Hvammstanga líka og fara svo hringinn, Vatnsneshringinn, stoppa á Illugastöðum, kíkja á selina, selanladrið og náttúrulega fuglalífið er ótrúlegt þarna á Nesinu og einmitt Hvítserkinn. Svo er alveg borgarvirki og kolugljúfur, það er alveg hellingur sem hægt að skoða. Og þetta er ekkert síður fyrir Íslendinga? Alls ekki, alls ekki. Og við erum náttúrulega það bil að klára líka hótelinu svona útisvæði. Þannig að við erum með stórt íþróttahús sem er til afnota fyrir gesti. Fólk getur farið körfubolta, handbolta, fótbolta og verður með smá listingaraðstöðu. Og erum að setja upp heita potta og útisvæði fyrir gestina líka. En þetta verður ekki tilbúið fyrir eftir svona kannski viku, hálfa mánuð. Já, þetta er alltaf gerast. Alltaf gerast, já, já. Og þú ert með bullandi heitt vatn undir jörðinni, Já, það er nú bara, ég held, hólan er álega bakka sem hitar upp Hvammstanga og bæinn í kring. Þannig að stutt að ná í vatni.